Já, það er bara velkomin á síðasta fund ársins, 4. desember og leggja fram kosningu íbúðar á Breiðholts áður en ég býð Helga velkomin. Gott að sjá þig aftur. Sömuleiðis. Það er sem sagt Helgi kominn aftur, svo bara velkomin. Næstu niður á dagskrá eru íþróttamál bara í Breiðholti í mjög víðum skilningi. Við erum komið með fáum kynningu íþróttamannvirkin og stöðu þeirra og fjárfestinguna og svo fáum við upplýsingar frístundakorti. Þannig að ég ætla nú bara að gefa ykkur bara velkomnar Helga og Jóhanna. Gott að sjá ykkur úr Borgartúninu, ánægð með fjarfundatenginguna. Þannig að næsta fjárfesting og mannvirkin byrji Helga og svo kemur bara Jóhanna og svo tökum við samtal og spurningar í kjölfarið. Þannig að gjör svo vel bara og Takk fyrir það. Þá sér að þessu nei. Já, þú ert að sér aftur, ég tók yfir að það ekki smart. Góðan dag. Daginn. Þarna, bara kannski byrja að segja uppalega beinið var að fara yfir fjárfestingaáætlun og þá hvernig Breiðholt liggur í fjárfestingaáætlun, en eins og Steinþór var búinn að svara þeim með Heimir þá á eftir að leggja hana formlega fyrir ráðið og þess vegna fórum við það að ég myndi fara þess yfir fjárfestingar liðinna ára og ég ætla að gera það bara í stuttu máli, en ég er því miður ekki mikið, ég er ekki með krónutölur í þessu, en ég ætla svona bara að fara yfir helstu verkefni í raun og veru. Og annars vegar þá er það sundlaugarnar og nú virkar ekkert hjá mér. Ég vil ekki fletta yfir á næstu glæru einhverjum ástæðum. Það er eitthvað frosið. Ég er að prófa að gera þetta aftur. Prófum einu svona enn. Ég ætla að prófa þetta svona. Sjáðu ekki þessa glæru? Jú. Já, þannig þetta er svona meira bara yfirlit yfir þá Breiðholtslaugina. Verkefni sem hafa það verið núna í gangi á þessu síðustu tveimur kjörtímabilum er fyrst og fremst þá eins og 2018 þá hreinlega settum við nýjan kaldan pott í laugina og endurnýjuðum rennibrautina og síðan 2019 þá var farið að setja upp ný leiktæki á leiksvæðinu og líka var barnasvæði í kringum vallaugina lagfært og ég veit að það hefur verið mjög vinsælt og þótti að hefnast vel. Síðan var farið 2021 í endurnýja sána fyrir konur og karla og einnig voru nýju kýraugar sett í útilaugina, það voru engin kýraugar þar áður og þá nýja myndavélar og ljós sett í kýraugin sem bætir þetta lýsing og líka bara öll öryggismál til muna. Nú síðan 2022 þá var farið að endurnýja alla snjóbræðsluna út á bakka. Það er þetta líka svona hluti af öryggismálum bara með þetta halda þessu hálkufríu og síðan núna 2024 var farið í endurnýjun á öllum ljósum upp á að LED-væða allt og það verkefni reyndar ekki alveg lokið en það er allavega komið á fullt og eftir að klára eitthvað innandyra í því. Og síðan var farið að panta á þá endurnýja lyftu fyrir fatlaða en það var svo sem einhver dráttur og afhendingu henni vegna þess að það var skipt eiganda á byrginu þannig að það tók marga mánuði að fá lyftuna til landsins en mér skilst að það verið mjög stutt í að þetta klári sig.
Nú síðan þá íþróttamannvirkin. Það búið að vera mestmegnis eins og þið þekkið uppbyggingin í Mjóddinni á IR-svæðinu. Annars vegar 2020 þá opnuðum við þetta fjölnota íþróttahús sem auðvitað fyrir knattspyrnu og frjálsar og lyftingaraðstaða. Og síðan í kjölfarið þá 2022 opnuðum við nýjan frjálsíþróttavöll og þetta áhaldahús sem tengt því ásamt þessu nýja tvöfalda þá parketthúsi og svo endurnýja á lóð og stígum og það auðvitað ekki alveg búið að ganga fyrir því. Við erum ennþá að ræða eins og lýsingamál og annað tengt lóðinni, þannig að það verkefni ekki alveg búið, sko. Nú síðan í Austurbergi þá fyrst og fremst farið 2022 að aðlaga Austurberg sjálft sem var náttúrulega fyrst og fremst handboltahús en aðlaga þá sem körfuboltahús. Þannig þetta svona þetta bara stutt yfirsýn yfir þessi helstu verkefni en mér láðist ekki tími til þess að fá sundurliðun og öllum kostnaði, það bara meiri greining því það mjög erfitt að ná því kannski svona beint út úr kerfunum og við þyrftum að ná betur saman við Steinþór með það ef að það þykir þörf á því að fá það betra fram þess að það þetta hefur verið í krónum allt saman, eða milljónum og sem að segja þetta að á næsta ári þá liggur fyrir að það endurnýja síðan gervigrasið á bæði völlunum hjá Leikni og IR, þannig það verða framkvæmdir líka svolítið á árinu 2025. Þannig að þetta var svona bara yfirlitið yfir kannski það sem við höfum verið að gera síðustu árum. Takk fyrir, Helga. Það er spurning hvort þið hafa einhverjar spurningar tengt þessu eða hvort við höfum bara venda okkur í næsta. Ekki bíðast til næsta og... Já, flott. Kemur það vel þar? Sé ég ekkert hvað þið sjáið? Jú, ég sé þetta. Við sjáum. Svo þetta. Og svona. Virkar þetta svona? Jep. Ok. Heyrðu, ég heiti Jóhanna og ég er hérna á skrifstofunni á menningar- og íþróttasviði. Og ég ætla að fara aðeins með ykkur yfir frístundakortið og iðkun barna í Breiðholtinu á árið 2023. Við tökum alltaf gögn og frístundakortinu á heilum árum. Þannig að til að ná heilu ári þá erum við með 2023 undir. Ég ætla að byrja á því að fara bara aðeins yfir Reykjavíkurborg í heild og þá sjáum við hvernig landið liggur í borginni, svo förum við aðeins dýpra þá í póstnúmer 111 og 109. Já. Þannig. Ok, ef við skoðum bara yfirlitið við notkun frístundakortsins á síðasta ári. Þá það sem að gerast er að við erum að ná okkur upp eftir COVID, þannig að notkun eftir að styrkurinn var hækkaður er að verða meiri og meiri. Styrkurinn var hækkaður náttúrulega 2023 í 75.000 og við það varð svolítið sprenging í nýtingu á frístundakortinu miðað við nokkuð döpur árin þar áður. Við sjáum líka að ef við skoðum Reykjavík í heild þar sem að við erum með í kringum 82% nýtingu á frístundakortinu að þá póstnúmer 111 sem hefur skilið sér svolítið frá og gerir það ennþá þrátt fyrir að það hafi orðið einhver bæting þar á að þá erum við ennþá lægst þar. Þetta var nýting á frístundakortinu og þetta sjáum við þá börn sem eru skráð í tómstundir. Þannig að ef þið berið svolítið saman þá eru fleiri börn í póstnúmeri 111 skráð í skipulega tómstundir en eru ekki að nýta frístundakortið. Þannig að ef við förum aðeins tilbaka, förum aðeins tilbaka, þá eru þetta 67 og 63% stelpur og strákar og svo erum við komin í þá 70 og 63. Þannig að þarna er alveg tækifæri til umbóta að virkja betur. Og við erum alveg með hugmyndir til að reyna að koma því í gegn. Svo skoðum við bara nýting frístundastyrksins eftir aldri barna og við sjáum að nýtingin er best þegar börnin eru yngri.
Það sem gerðist var, nýtingin hefur yfirleitt alltaf verið best svona hjá 6 og 7 ára börnum. Það sem við erum að sjá að börn sem eru 8 og 9 ára, þau eru aðeins færri að nota frístundastyrki og þau eru frístundakort og þau eru færri sem eru að iðka. Þetta voru börnin sem voru að byrja í frístundum þegar COVID var og þau hafa síður skilað sér inn í félögin til okkar, hvort það eru íþróttafélög eða aðrar tómstundir. Ef við skoðum nýtingu frístundakortsins eftir árum, að það sjáum við að þetta er hægt og rólega að vaxa, nýtingin á styrknum og tók alltaf þessa dífu þarna þegar mikið var lokað. Við skoðum hvaða greinar börnin í borginni eru að stunda. Knattspyrna er langsamlega vinsælust, svo kemur líkamsrækt, þá er það tónlist, fimleikar og handknattleikur. Þannig að það er og þetta harmonur alveg við það sem börnin í Breiðholti eru að sækja. Við skoðum líka og í fyrsta skipti á þessu ári þá fengum við hlutfall barna sem er ástæða frístundastyrk eða frístundakorti sem eru með erlend ríkisfang. Við getum ekki séð í neinum gögnum hvort þetta sé börn af erlendum uppruna í víðara samhengi. Það eina sem við getum nálgast það bara gögn og þjóðskrá, ertu með íslenskt ríkisfang eða ekki. Þannig að meðaltalinn í Reykjavík er 48% og þarna er hlutfallið nokkuð jafnt. Við skoðum þróunina á frístundastyrkjum eftir hverfum, þannig að við flettum bara yfir í 109 að við sjáum að frístundastyrkurinn þar er bara svolítið, nýting á frístundastyrk er bara svolítið að standa í stað í póstnúmer 109. En þegar við skoðum 111, þá er hann að aukast. Hann er að aukast meira þar heldur en. Þannig að það eru jákvæðar fréttir það. Ef við tökum aðeins bara lengra tímabil aftur. Tók ég bara saman póstnúmer 109 og 111. Hvernig nýtingin á frístundakortinu er þar. Og hægt og rólega erum við fyrir 10 árum síðan þá vorum við í 56% í póstnúmer 111 komin í 65 og við vorum í 75 í 109 komin í 80. Við erum á réttri leið. Já. Við skoðum póstnúmerin út frá því hvert börnin eru að fara. Í 109 eru langflestir að fara í IR, svo er það World Class á frístundarheimili, tónskóla, svolítið að fara yfir í fimleikan í Kópavogi og Fylki. Og 111 þá er það Leiknir sem er helst, svo er það IR, World Class frístundarheimili og svo tónlistarskólinn. Og ef við skoðum í raun og bara þróunina, að þá er World Class, IR og Leiknir, íþróttafélögin, þau eru á leiðinu upp. Það eru færri börn að nýta frístundakortið í frístundarheimili og í sundfélagið. Þannig að svo skoðum við bara að því ég var með töflunum fyrst hvaða greinar börnin eru að sækja í og það er bara, þetta tala mjög saman við það sem að börnin í Breiðholtinu eru að gera. Handboltinn er ofar í neðra Breiðholti heldur en er bara í Reykjavík heild. Og körfuboltinn kemst líka ofar á blað hjá IR. Já, fleira var það ekki. Það var bara spurning. Þetta séu spurningar. Já. Þetta var áhugavert. Er ykkur með spurningar sem að vilja demba sér eða? Og ég kannski bara... Viltu ekki bara byrja? Ég er búin að... Byrjaðu bara. Byrjaðu bara. Og ég mér langaði að spyrja Helgu fyrst varandi, það var varandi lýsingu á lóð. Er það sem tengdist áhalda uppbyggingu, mann er bara hjálpa mér að skilja, er þetta þá að tala lýsingu á bílastæðinu eða inni á svæðinu sjálf?
Nú heyri ég ekki í þér, Þú ert á Helga, þú mute. ert á mjút. Afsakið. Þarna, það er verið að tala bæði. Það er að segja að það er búið að vera að vinna, þú veist, í stígum og eitthvað þú veist, í lóðinu og annað. En það er, þetta hafi verið, það er alveg ljóst að það þarf að lýsa betur upp bílastæðið og allt sem snýr svona kannski bara aðgengi að þessum mannvirkjum sem eru auðvitað þá, þú veist, á þessum göngustígum að mannvirkjum og svo bílastæðin sjálf, þannig að við erum að funda það hvernig er þetta gera bragarbót í því, þannig að það er verið að ræða það svolítið mikið. Það er gott að heyra það því að íbúaráðið sem sagt lagði fram tillögu í janúar á síðasta ári þar sem var farið fram á úrbætur á lýsingu, þá var reyndar verið að færa þarna strætóskýli, það var verið að skipta lögn, þannig að svæðið var líka sundugrafið og þetta var bara, það var hættuástand þarna og það var líka alvarlegt slys í Hafnarfirði á sama tíma. Við vorum svolítið ákveðin í því að reyna að fá úrbætur þá sem fyrst og það voru sett einhver svona blikkljós og svona viðvörunarskilti fyrir umferðina og ég heyrði líka í strætó til að draga úr ferð af því það hafði borið við því að hann hafði bara keyrt fram hjá börnum og svona að því lýsingin bara var það slæm en það er auðvitað ekki gott að heyra aftur þegar myrkrið skolli á að það sé ekki orðið búið að laga lýsinguna því það er mjög auðvelt að laga lýsingu hvort sem það er að fara og skipta perur eða bara hvernig taka þetta út því aðgengi barna þarna yfir er bara ekki gott sem segir sjálf sem foreldri þekkja drengar sem hafa sótt þarna sækja þarna starfsemi þannig að það er náttúrulega bara mér finnst það ekki gott mér finnst ég bara pínu leið að heyra að lýsingin hafa ekki verið því þetta er kannski eitthvað sem við íbúaráðinu kannski erum ekki pönglast yfir hásumari sko. Nei, skilur það. Það er svo auðvelt að bæta úr lýsingu með bara köstrum tímabundnu lýsingu, þú veist, án þess að það sé eitthvað smekklegt sko. Því að eins og við vitum þá einhvern veginn verður mann alltaf að pissa á þegar myrkur skellur á því það er mjög mikið myrkur hérna. Þú veist, ef ég bara að vera hel við Helga, þá einhvern veginn en náttúrulega líka lýsingin kannski var ekstra slæm af því að skipulagið á bílastæðinu er mjög einkennilegt. Já, ég meina það var partur að þetta er tekið út frá umferðarlegum, svona umferðaröryggissjónarmiðum og við erum ekki sérfræðingar í einhverjum svona öryggismannvirkjum þannig að það var svona treysti á það að Ámund og hans fólk myndu kannski kíkja á það, þannig að við þurfum bara að halda okkur við efni Helga og ég ætla bara að taka samtal áfram þannig að það sé tryggt að börnum verða örygg í varðandi þetta. En takk fyrir svarið. Svo langar maður að spyrja Jóhannu sem sagt af hverju er kortið tekið eftir ári? Þú veist, það er frá upphafi árs og enda árs. Af hverju er ekki tekið eins og skóla árið þegar að sísoni er í rauninni yfir veturinn þá frá, hvað segir við, lok ágúst eða miði ágúst fram í sumarlok og svo hefst nýtt síson. Mér finnst bara... Já, það er í raun og veru sko tvær ástæður fyrir því. Fyrir ástæðan er svo að það er rosa misjafnt hvernig félög sem sagt haga sinni náttúrulega innheimtu, sumur rukka frá janúar til desember, sumur taka bara hverju önn fyrir sig, en aðal ástæðan er svo að fjárheimildin er náttúrulega fyrir árið. Þannig að við fáum ákveðna fjárheimild og hún er náttúrulega bara fyrir árið 2024 eða 2003 og það er náttúrulega aðal ástæðan fyrir því að frystakortið er að þú tekið yfir árið. Þannig að við þurfum semst að hitta eftir ár til að vita... Nei, við verðum komin með 2024 tölur, við verðum komin með þær svona í lok janúar. Ok, þannig að ég get það bara búið aftur að funda á. Eða ég get bara sendið uppfærslu. Já, eða, já. Má ég skjóta inn í með þetta, það verður líka spennandi að sjá tölurnar þá verður 2024 út af því að Aþena er náttúrulega ekki inn í 2023 og verður gaman að sjá hvernig við breyst með eins og það körfuboltan upp á þessu svæði, þú veist, Efra-Breiðholti og hvernig þáttakan er hvort að það hafa haft áhrif að Aþena kemur inn með körfuboltan. Þannig við sjáum þetta í næstu tölum. Mér langar líka að spyrja að þegar þarna kemur lægð
árið 2020 þegar COVID var. Já, já. Man ég til þess að það var þessi hefðbundni frístundastyrkur. Svo var auka frístundastyrkur til ákveðna hópa. Í þessu. Hann ekki inn í þessum tölum, hann náttúrulega alveg sér. Þetta náttúrulega bara styrkurinn frá Reykjavíkurborg. Hinn styrkurinn var frá ríkinu. Já. En við gerðum sérstaklega úttekt og skýrslu hann því að hann fór í gegnum Reykjavíkurborg og nýting á þeim styrk var ekki svakalega góð. Við hefðum ég átti von á því að hún yrði meiri í Breiðholtinu heldur en hún var, en hún var mest í Laugardalnum og Árbænum. Þetta ekki svört. Mér langaði svo að ræða þessi gervigrasmál. Það eru endurnýjun á 2 gervigrasvöllum sama árið í sama hverfinu. Þegar eru aðstandendur knattspyrnudeilda áhyggjufullir hvernig þeir sinna æfingum meðan gervigrasvöllurinn í viðgerð. Eitthvað svona strategía, eitthvað? Við erum að skoða það. Við erum að funda reglulega núna með íringum og þannig að við erum byrjuð bara að huga því hvernig það verður leyst, sko. Þannig við hittum þau mjög reglulega íringana til að ræða þetta. Ræðið fólk. Jói, Vandi. Bara langar bara að grípa þetta, Jóhanna, því að þú nefndir að þið væri með ákveðnar hugmyndir aðgerðir fyrir Breiðholtið. Bara að þið verðum í góðu samstarfi. Já. Gerum það. Já, bara mér langar að forréttast aðeins út af frístundaheimilunum. Það ákveðið ég held að ég tekið rétt eftir að það samtals eitthvað nála 200 börnum vegna þess. Já. Eru eitthvað að vita að það er einhver önnur þáttaka hjá þeim í skipulögðu starfi eftir frístund? Við rekjum ekki niður börn á kennitölu. Við sjáum bara hversu mörg börn nýta frístundakortið í frístundarheimili. Það þessi fjöldi, en það hins vegar mjög algengt að ef það börn ekki að full nýta frístundakortið í einhverja grein, að þá restinni hent inn á frístundarheimilið og mest nýtingin í fyrsta bekk. Þegar börn eru bara nýkomið frístundastyrk, kannski lítið byrjað að æfa, hafa ekki eftir þeir í leikskóla, velja einhverja grein sem kostar ekki 75.000 eða 50.000 sem var, þá restin yfir sem fer inn á frístundarheimilið. Það mjög sjaldgæft og það var ekki einhver 4% sem bara Reykjavík í heild sem notaði frístundakortið allt á frístundarheimili. Yfirleitt þetta bara lítill hluti af frístundakortinu sem að fara á frístundarheimili. Ok, Jói og svo Helgi. Ég ætla bara út af þessu máli sérstaklega, það hefur ekkert með ykkur að gera raunni heldur kannski þetta pólitískt mál frekar heldur eitthvað annað, að það augljóst að börn sem þeirra sem eru undir fátækrarmörkum eða við það, nýta frístundakortið í frístundaheimili til að byrja með, og þá situr á hakanum aðra frístund. Þannig að við erum að tala með epli og appelsínur ef ég spurður. Svo spyr ég. Já. Helgi? Já, ég ætla að spyrja út af fjárfestinguna íþróttamanningum í Mjódd. Af því að þetta var alhönnun á sínum tíma og ég sé að það var gert ráð fyrir 100 milljónum í ár. Það hefur verið mikið lekavandamál og önnur vandamál og ýmis svona praktísk vandamál sem hafa komið upp í kjölfar þess að íþróttahúsið var reist. Mér langaði bara að kanna hver staðan í dag, eins og til dæmis varðandi leka í ákveðinni álmu og svo framvegis. Hvernig þetta? Hún mun betri. Við vorum að fundi bara núna í þessari viku og hluta til með gömlu bygginganefndinni og allavega hefur ekki verið leki núna í allt haust og það ekki út af því að hafi vantað rigninguna, heldur mér skilst að þeirra bara fundið allavega við skildið þetta rétt þá hafði eitthvað tengst í þeirra reglum og öðru þeirra voru opnað og lokað aftur og þannig að
voru allavega góða fréttir með leka sem hafi verið að hann ekki lengur til staðar en ég þarf bara að kynna mig hvort að það sé eitthvað annað sem ræðir en vegna þess að þetta var fyrsti fundur sem ég satt og ég er náttúrulega búin að vera ári í þessu starfi þannig ég að koma meira inn í þessi mál svo sem með Steinþór, ég er náttúrulega ábyrgð fyrir rekstri alla sundlaugana og svo ýmsum íþróttaverkefnum en Steinþór hefur svolítið verið með þessar fjárfestingar og þannig að en við erum að funda þessi mál sem með byggingarnefndinni það sem okkur þótt svona standa en þá út af borðinu og ástæða til þess að fara yfir þannig að en það var allavega það voru góða fréttir með þessi lekamál. Það kom sannlega annar leki í stað fyrir þann sem fyrri var sko. Já, ég segi ég heyrði það alveg það var eitthvað annað en eins og ég segi allavega þannig ég þarf aðeins að kynna mig það betur en allavega hluti af lekavandanum var allavega búin að leysast sem sagt. Já, að því maður velti fyrir sér almennt séð stefnunni hjá borginni upp og hvort það sé skynsamlegt að vera með alhönnun sko eins og við þetta verk sko allavega þarf að læra svolítið af reynslunni að mínu mati. Ljósið þess hvað voru margar brotalamir sem kom í ljós. En það kannski annað og flóknara mál af því að það til dæmis náttúrulega verið að fara að byggja kannski í Vesturbænum og svoleiðis og þá getur menn lent í því sama sko, það kannski ódýrt til þess að byrja með eins og allt þetta vesen ef þetta allt sko svo ódýrt og lélegt. Það svona. Já, ég náttúrulega ekki svo sem svara fyrir, þetta náttúrulega eins og þið þekki liggur hjá umhverfis- og skipulagssviði en vonandi eru menn alltaf að læra eins og bara náttúrulega eins og þið vitið það er náttúrulega mjög mikið regluverk í kringum útboðins opinbera þannig en ég veit að umhverfis- og skipulagssviði betur til þess fallið að svara fyrir það heldur ég. Ég er með eina spurning varðandi gervigras eða endurnýjun á gervigras eins og þú myndist á varðandi fjárfestinguna. Nú það þannig að ég er svolítið sko þröngur stakkur sniðinn hvað varðar æfingavelli og væntanlega ef að það verður að liggja fyrir einhver svona tímalína hvor völlurinn fer á undan því að mögulega þurfa börnin svona færast á milli að taka æfingar á milli þegar verða að endurnýja vellina. Eru þið ekki örugglega í góðu samtali við IR og svona þannig að við kannski liggja einhver tímalína, einhvern framkvæmdaplan með einhver tímaáætlun fram í tíman þannig að 600 börn einhvern veginn verði ekki kannski smá reiðileysi í IR og önnur upp í Breiðholti þannig að kannski 800 börn þurfa að móka þeim úr hverfinu á sama tíma. Jú, ég held ég sagði áðan þá við erum að hitta, ég held ég sé ekki að hitta neitt íþróttafélag eins oft og IR sko, við erum með fasta fundi mánaðarlega og við erum bæði bara að funda með almenn mál og svo tókum við líka aukalega fund eins og ég segi með þá byggingarnefndinni og þannig að þetta er bara eitt af þeim verkefnum sem þarf að huga að þegar við vitum betur svona tímafasan í þessu, þetta svona verkefni eru háð veðri þannig að það er alveg augljóst að það er ekkert að byrja til þess á svona verkefni fyrir til dæmis það bara farið frost úr jörðu og orðið ákveðið hitastig en jú, við þurfum að vinna þetta þétt saman til þess að geta tryggt á aðgengi barnanna að íþrótta eða æfingaraðstöðu þannig að jú, við munum vinna þetta vel saman. Það er bara þetta samtal sko, það er gott að góða samtali því að við vitum alveg að veturinn getur alveg ílengst fram á vori og þá er ekki mikið tími sko þegar sumar kemur þannig að ég bara að þið takir gott samtal. Já, við munum gera það. Jóhanna? Já, mér langaði bara eitthvað svona að ræða framtíðina líka. Á áætlun fyrir Breiðholti erum við með danshús og keiluhús og Geimferðarstofnun Breiðholts og eitthvað svona. Vitið þið eitthvað stöðu þessara mála? Nei, sko ég held að það var held ég skýrt að Steinþór var beðinn að koma og tala fjárfestingar framtíðarinnar og hann sagði að hann geti ekki gert það núna vegna þess að eftir að fara formlega með það fyrir ráðið. Þess vegna var ég komin og beðinn að fara yfir verkefni fortíðarinnar. Þannig ég geti miður ekki svara fyrir þetta. Steinþór þarf að taka það og hann var búinn að segja að þegar þetta hefur farið fyrir ráðið þá er sjálfsagt að koma og kynna þetta. Flott. Já. Herru, við erum með spurningar frá áhörfundum í streymi.
á streyminu. Já. Ólafur Gylfason, hann spyr hvað er ókláraði mjöll og bæti við hvort það hafi ekki þörf að vita það frekar heldur en að vita hvað er klárað. Hvort það séu ykkur verkefni framöndan sem þarf að klára. Og svo segir hann einnig að þeir eru búin að vera síðan haustið 2022 í 111. Hvers vegna hafi þau ekki verið mælt? Náðu Sko, ég allavega seinni spurningin með Aþenu, það getur við. Sko, ég búin að starfa í þessu starfi í ár og ég held að það hefur verið seinna vegna þess að ég vissi allavega áður fyrir var Austurberg að hlut til reki þá á Sundlauginni en það breyttist mitt ár í fyrra. Þannig að mögulega var það byrjað að takla fyrir. Ég bara viðurkenni það, ég þekki það þá ekki en allavega eins og ég segi, þetta var, ég bara búin í ár og það var að vera að breyta rekstrarfyrirkomulag eftir að ég byrjaði. Þannig að þessna sagði ég að þetta væri búið að vera, hefði byrjað bara í fyrra, 2023 að þennan, þarna, þar ég meina upp í Austurbergi. En ef það er misskilningur þá það bara leiðréttist það bara. Ok. Það er kannski spurning að við bara tökum þessi spurninga niður og ég bara... Já. Ringir þetta? Já, endilega gerir það. Ég meina, það er að svara þessu strax en eins og ég segi allavega þá var ég í raun og veru þá var ég, já, eins og segi, ég var bara heyrði að þessu verkefni í byrjun á sér raun og veru með Aþenu að vera að breyta ákveðnum hlutum áramótin hvað var það rekstur húsins en eins og segi, það getur verið að gerst það áður, sko. Jó, við höfum ekki tímann óskað eftir upplýsingum nýtingu frístundakort á félögin í Breiðholti. Jó, hann náttúrulega var að sýna það og Aþena hefði ekki komið fram þar, þá held ég að börnin séu inn í tölum frístundakortsins. Já. Börnin eru inn í tölum og þau eru þá inn í körfubolta. Þá hafðu bara ekki verið það mörg að þau náðu upp á þennan lista árið 2003. Samræmist held ég upplýsingar sem við fengið á Óli Gylfason spyr hvaða verkefni eru búin hjá ÍR? Hvað er óklárað? Hvað er ekki búið hjá? Sko, það er, eins og ég segi, það er eftir einhver frágangur á lóðinni, það er ennþá verið að fara yfir og ræða eitthvað sem stýra þessu lýsingamálum eins og ég fór yfir áðan, en það er eitthvað svona minni verkefni, það er, getur nefnt dæmi með eins og körfubolta spjöldin eru ekki rafdrifin, það er svona dæmi en þetta er í stórum dráttum er þetta búið, en aftur sko ég er ekki í raun og veru sérfræðingur í þessari framkvæmd, hún er fyrir mína tíð. Steinþór er tengileginn í þessu og ég held einhvern veginn það var alveg skýrt að ég ætlaði bara að fara yfir þetta hvað hefur verið gert, en eins og bara endilega væru svona spurningar sem eru þá svona nákvæmari og þar nákvæmari svör við, endilega sendi það á mig og ég skal sjá til þess að við Steinþór draga hann á borðinu og við svörum þeim þá. Því að eins og segi, ég er ekki svona mikið á dýptina, ég er bara ekki komið svona langt inn í þetta verkefni per se. En svona eins og segi, heilt yfir þá er þetta verkefni að stóru hluta lokið en það er svona hér og þar eitthvað smáttir í. Bara öll af því ég satt bara fyrir tilvíðunum fund í menninga- og íþrótta- og tómstundaráðs þegar samningur borgarinnar við Leikni og Aþenu var endanlega frá gengin í desember 2023. Bara til þess að kannski útskýra tölfræðina að mér sýnist að sko þetta sé einhvern veginn þannig útfært að Leiknið einhvern veginn er að bera svona höfuð ábyrgð á þeir fróttu til að byrja með, eða var það? Já, en punkturinn er að ég er ekki vissum endilega að Aþena sé greind í þessu frístundakorts apparati heldur er það í raun og veru Leiknir og svo sem sagt það er þannig uppbyggt í samningnum sko. Þess vegna held ég að bara til að svara fyrirspurn Ólafs að ég held að þeim sökum sé tölfræðin eins og hún er. Já. Það leiðir eitthvað með að þetta er rangur. Já, þetta var upphaflega svoleiðis, ég held að sé að breytast, ég held að Aþena sé að taka skráningar beint núna, þetta var upphaflega svoleiðis.
Enda punkturinn var svo sem út af því ég hélt að Aþena hefði ekki byrjað fyrir síðla árs 2023 að þá verði Aþena ekki komin inn í tölurnar, þannig ég var ekki endilega meina verðum að skoða nákvæmlega hvað var að gerast í Austurbergi út frá Aþenu, heldur við myndum sjá mögulega breytingu á þáttöku og sjá körfuboltann vera öðruvísi út af hann frekar neðarlega á þessu svæði, þannig hvort að við myndum sjá eitthvað breytast á í landslæginu við það að Aþena væri komin þarna inn með körfuboltann, en ef það er rétt eins og hann Óli verið að segja að Aþena byrjaði árinu fyrr að þá var náttúrulega ættum að vera búin að sjá það allavega kannski einhverja breytingu frá 2022 þá til 2023, en ég held mögulega að vera 2003 til 2024 og við erum ekki með 2024 tölunar, en þetta er allt þetta bara staðfesta nákvæmlega hvenær hófu þeir leika þarna í Austurbergi með körfuboltann. En allavega bara til upplýsingar, sko, samningurinn tók gildi frá og með 1. janúar 2023 og gildi til 31. maí 2025. Já. Þó að hann hafi sér formlega verið frá gengin í desember 2023. En ég er bara að reyna að koma mögulegum skýringum á hversna tölfræðin er eins og... Já, ég skil. Kannski eitthvað til rýningar, svo. Já, mér langar að spyrja Jóhanna varðandi, þegar þú varst að tala það myndin þarna, þú varst að sjá skiptinguna á frístundakortinu, hvað börnunum í hverjunu langar að gera, Já, í hvað þið fara. Já, og þú sagðist vera með plan, það er rosa vinsælt orð þessi dagana að vera með plan. Ég var svona veltaði fyrir mér, hvort að þið hafi spurt krakkana sjálfa, hvað þeim langi að gera og líka hvort að það vanti, í fyrsta lagi hvort þeim langi, hvað þau sjá fyrir sér að gera skemmtilegt, eða hvað gleði þau, eða feikir í þeim annars vegar, og svo hvort að við getum boðið upp á það hins vegar, því að það er líka spurning og framboð eftirspurn inn í hverfinu, eitthvað sem að höfða, því að krakkarnir breytast og það er kannski eitthvað sem er inn núna sem er ekki eftir eitthvað tíma, og svo veit ég líka að stelpur sækja frekar í sund, í dans og fimleika. Og nú er þetta, nú getum við, er hún ekki í hún Brynja Péturs? Jú, hún er mjög vinsæl, sko, en þess vegna held ég að við séum að koma á þann stað að þurfa að tala dans og fimleikahús inn í hverfið til þess að brúa þetta bil inn í þann hluta, því þú varst ekki með kynjaskiptinguna, þú varst bara með fyrst, var það ekki? Jú, ég var ekki með kynjaskiptinguna í þessu, en við sjáum það alveg að það eru mörg börn úr báðum hverfum sem leita bæði í Fylki, í fimleika og í Gerplu. Og við sjáum líka að Brynja Péturs er mjög vinsæl, þannig að það er bæði rétt, en við höfum ekki gert þessa kannanir, en ég veit að frístundatenglarnir á þjónustumiðstöðunum hafa verið að spyrja krakkana hvað þið vilja gera. En það er samt mjög gott að hafa þetta, með einhver svona haldbær gögn í höndunum til þess að vita kannski fyrsta lagi hvort að það breytist milli kynslóða, hvort það sé eftirfylgni, því að þegar þau eru leikendur, sérstaklega ef krakkarnir sem voru í fyrsta og öðrum bekk í COVID og eru ráðvillt, og þá ertu kannski með 2 árganga sem eru kannski ekki með nógu sterkar rætur, þannig að það er eitt, það er þá einhvern veginn finna leið þannig að til að ná að þetta eru ekki bara í Breiðholti, ég hugsa þetta sé bara í borginni í heild sinni. Já, og við erum alveg með upplýsingar úr frá einhverjum þjónustumiðstöðum þar sem þeir að fara á milli skóla og tjekka því hvað börnin vilja æfa, þannig að við erum alveg að fá þessar upplýsingar líka. Já. En er eitthvað haldið utan gögnin, þannig að þessi hægt að vinna með þetta áfram? Þessi frístundatengla staða er bara tiltölulega ný og gerði náttúrulega fyrirmynd ykkar í Breiðholtinu. Þannig að þetta er bara fyrsta árið sem við erum að keyra þetta, þannig að við erum ekki komin eitt mjög langt með þetta. En þetta er alltaf áhugavert. Þetta er mjög góð pæling. Já. Ok, já. Svo er að loka, nefnir að varpa upp myndinni það sem var með 10 ára spönnina. Það sem var þetta ekki síðast að glæra. Sjá. Svo er ég tala óslega mikið. Nei, þetta er bara mikilvægt mál. Við bara, það er náum ekki að fara í framtíðina. Við getum allar... Já, við höfum annan fundið það. Já.
Hérna, 10 árin. Já. Þarna einhvern veginn, ég finnst þetta mjög svona áhugaverð mynd, annars vegar væri gaman að sjá sko Reykjavík til samanburðar, meðaltalið í Reykjavík yfir sama tíma og þriðju súluna til þess að sjá hvernig hverfi stendur sig með önnur hverfi borgarinnar. En Já. bara línuleg hækkun í þátttöku af 2000 og ægilega bara COVID sko. Það sem áslakki hérna 2018 en svo kemur COVID og þá er bara sko, maður sér bara súluna fara niður, sérstaklega í 111. En það virðist allavega núna að vera á leiðinni upp síðustu 3 árin en 109 er kannski búin að ná áttum en 111 er það ekki. Þannig að það er á svipuðum staðir hafa verið, á betri staðir en hafa verið áður. Já, ég veit að ég er bara að horfa ég er bara að taka COVID-bylgjuna, hvað hún er sýnileg. Hún er svo ofboðslega sýnileg á svona mynd. Já. Og hún er eins í öllum hverfum, sko, við sáum mikið ekki brottfall af því að krakkarnir sem að voru þegar í skipulegum tómstundum, þau voru ekkert að hætta, það voru bara ákveðnir árgangar sem voru ekki að koma inn. Þannig við sjáum brottfall einmitt í þessum yngri árgangum sem eru vanalega kannski með 95% iðkun eða eitthvað svoleiðis, þau eru ekki að koma inn eins sterk og þau voru. Þannig að það vantar þarna í rauninni bara 2 og mögulega 3 árganga, það er útskipt einmitt. Og þetta auðvitað bara, þarna bara þarf að spila sóknarbolta sko. En var ekki styrkurinn hækkað 23 eða eitthvað? Jú. Já. Við erum farið 3. ári núna, 22 var hann hækkaður í 75%. En þetta er ekki fyrir utan þess að átaksverkefni, þess að 3 ára verkefni frístundir í Breiðholti. Nei, það er ekki inn í þessu. Það sem var veittur auka styrkur fyrir 1. og 2. bekk upp í 75.000. Nei, var það ekki? Það var það 50.000 frístarkortið og það var hækkað 25.000. Já, það var viðbótarstyrkur. Það var viðbótarstyrkur. Jafnvel þó að það hafi verið lagt til grundvallar, þá er samt staðan þessi. Það segir mér samt alveg ákveðna sögu. Hefur við aðganga að glærunum eftir fundin? Ég skal bara senda ykkur þær. Það var alveg frábært. Annars ég er búin að Ég er náttúrulega ótrúlega, það var glæra svo byrstir eftir nýtingu, eftir aldri. Já. Það var svolítið sláandi en ég gerir ráð fyrir þetta sem kannski sambarilegt öðrum hverfum. Nýting eftir aldri er hérna... Já, þvert á Reykjavík. Er þvert á Reykjavík, já. Já. Þetta er sjá hvernig unga fólki þarna dettur niður 16, 17, 18. Já, og bara við erum ekki með lausnir, við erum ekki með vörur fyrir þau að nýta nema eiginlega bara boltaíþróttir. Þarna er bara þjónustu gap, fyrir ekki að Og þarna er líkamsræktin rosalega sterk. Já. Það sem ég hef ákveðið skoðað á þessu eftir að við höfum kynnt okkur margar rannsóknir. Það eru nokkrir sem hafa komið með rannsóknir sem sýna fram á það að okkar áherslur og afrek of snemma gerir þetta. Við erum þó samt að sjá það núna minna heldur en áður að á aldrinum svona 14-15 ára erum við ekki að sjá þetta brottfall eins og var áður. Það er að gera seinna en það er meira afgerandi út af þessari afreksvæðingu sem við eigum að taka af og hjálpa börnum frekar að taka þátt í fleiri en einni íþróttagrein lengur fram á það. Já, þetta er alveg rétt sem Jói segir að fyrir nokkrum árum síðan þá var brottfallið einmitt í kringum 14 ára. Nú byrjaði það ekki fyrir svona 16 og eftir 16 ára aldurinn. Þannig að það er í raun og veru þegar börnin eru að fara inn í menntaskóla, 17, 18, þá er brottfallið svona sem mest. En kannski er líka framlegging eða í rauninni stytting framhaldsskólans líka fakta þarna vegna þess að krakkarnir eru náttúrulega bara drekkhlaðnir í námi en minna svigrúm til, tómstunda og bara pressan er meiri. Já, það er bara meira álag á ungu fólki þegar það fer í framhaldsskóla. En þetta er alveg
Nú er það alveg komin mjög. Svo, já, bara sorry ég varð, því að þú veist, þetta er 16 til 18 ára, er hópur sem að ég held að við sem Reykjavíkurborg sinnum ekki nógu vel. Samanlega. Já, og það sést líka, þau bara, og þetta er akkurat aldurinn sem að þörfin er mest. Já. En þetta var mjög, Svo löglegt að loka En bara takk Jóhanna og Helga fyrir góða kynningar og góðar umræður og væntanlega fáum við bara Heimir fær Ég er búin að senda það. Já, takk fyrir. Það er bara alveg sjálfsagt og gangi ykkur vel með fundinn. Endilega ef það er einhverjum spurningar þá svörum við þeim gjarnan. Já, við bara fáum ykkur á annan fund, sko, þar sem að framtíðin verður sett á dagskrá. Það er framtíðin næst, við ræðum stórum bílinn. Og 2024 hjá Jóhannu. Við sjáumst það bara næst. Já, takk fyrir gleðileg jól. Já, gleðileg hátíð. Bless. Vel gert. Ég var með smá þakkarbókun sem var svona ávarpað þarna ákveðnum þættir. Ég veit ekki, við skulum bara vinda okkur í næsta dagskrá, við tökum þetta bara bókanirnar eftir og það er næsta kynning. Jói, velkomin. Þannig að við Íslandir í Breiðholti, við höldum áfram að tala það sem okkur skiptir mest máli, börnin í Breiðholti. Þannig að ég ætlaði bara að gefa þér orðið og og segja hver staðan er. Hvernig er þetta svona? Ekki bara örafna. Skrála. Það er bara aður. Ekki bara nú. Já. Þið þekkið verkefnið svo sem ég hef kynnt það fyrir ykkur áður. Verkefni sem var frá 2020 til 2023 og var til þess að auka þátttöku, nota íslenskuna. Þannig að það átti að markmiðið var að auka nýtingu á kortinu en líka er tekið þarna að auka nýtingu frístundakortsins en þátttökuhlutfall líka. Þannig að það er, við erum að reyna að gera ýmislegt fleira heldur en að auka og þetta er bara endurtekning af því sem var áðan. Við tekjum það bara með í tölum og við sjáum, eins og fyrir ekki prentur þarna í neðri kassanum en við sjáum þetta er 67% ef það eru frístir teknar með. Við ætlum síðan að benda á fleiri þætti sem við höfum verið að gera. Ekki. Það er að gera fullscreen. Ekki. Tala með hann að setja upp en í ljósi þessara. Talna sem að komu upp og komu frá hann í Jóhannu að þá er áhugavert að skoða líka það sem hún nefnir að börn af erlendum uppruna eru virk, eru 48% en virk að meðaltali í Reykjavík. Það er lægra í Evrópu heldur en annars staðar. Og þannig að það er áhugavert, en miðað við þessa tölu eins og 82% þá er það meðaltal í 109, þá er það meðaltal í Reykjavík. Þannig að við áttum að koma okkur upp þar, en vandamáli er það Evrópu. Við þurfum svolítið einbytta okkur og við höfum verið svolítið að skoða það, hvað við getum gert þar. Ég vil samt benda á þetta, hún var með betri glæru þar sem hún tekur alveg fyrir 23, þar sem hún er að sýna fram á í rauninni fjölgun í íþróttafélögunum og fleiri aðilum sem að við erum með bakgrunn þar sem við getum séð það líka að stelpur frekar að haldast inn í hverfinu. Bæði fótboltinn, karfan og fleiri íþróttagreinar, ekki þá eins og dansinn sem við erum að tala en sundið og við sjáum mjög stóra tölur hérna á fjölgun hjá Ægi. Þannig að við erum að sjá það að það sem við erum að tala fyrir að börnin séu hérna í hverfinu. Við þurfum að færa þessa hluti sem við ræddum á eins og dansinn og gera það í háttundahöfði
og hlusta á börnin hvað þau vilja. Þannig að við settum bara minna á þetta. Styrktarsjóðurinn var settur á laggirnar til þess að vinna þá sérstaklega með búnaðinn og æfinga á keppnisferðir og sem sagt sambarið þá í tónlistarnámi eða öðru, myndlist eða hvað sem það ef það einhverja búðir eða eitthvað slíkt þá þessi 3 þættir sem maður mátti sækja og kemur að. Ætlarðu að segja meira frá Styrktarsjóðnum? Hvenær var hann stofnaður? Hann stofnaður í tilraunaskeiðinu og þetta á þeim tíma sem að tilraunin var að þá vorum við að deila út sem nemur rúmum 2 milljónum og meirihlutinn var í þátttökugjöld en það skiptist og ég gat ekki greint það en það mikið af því var skráð að þátttökugjöldin voru líka keppnisæfingarferðir. Það var skilgreint þannig á þeim tíma. Við viljum helst reyna að hafa þetta ítarlegri skráningu. Í kjölfarið þessari fyrirspurningu að við báðum að þetta yrði gert og þá fór ég út í það að fá leyfi til þess að óska eftir þessu frá hinum hverfunum. Og þegar að tilraunin var búin að það var ákveðið að þetta yrði gert í hinum hverfunum líka þó með aðeins öðruvísi fjármögnunin önnur og það voru peningar á annarri átt og þetta var gert að 2 ára tilraunaverkefni í hinum miðstöðum. Þannig að við erum með aðeins aðra forsendur hér í Breiðholti heldur en annars staðar en ég vil þó benda á það þegar við erum að tala þessa hluti sem ég var að tala áðan breytingar á samfélagsmynstrinu þá erum við að topp 8 skólum með 5 inni og það gríðarlega mikla breytingar í öllu skólunum í Breiðholti. Ég ætla ekki að fara út í prósentuhlutfall en það mikil aukning á til dæmis innflytjendum í þessu skólum. Þannig að við erum að tala að í rauninni frá því að við byrjum gjörbreyting hérna í Breiðholtinu. Þannig að talandi þess en árangur sem hún talaði Jóhann áðan að það upp á við að þá telur við að við höfum getað hjálpað mjög mikið til í þessum verkefnum. Ég sjáu bara hvernig þetta skiptist. Ég vil enda aðeins á það að með það að leiðaljósi að ég kallaði eftir þessum upplýsingum úr öðrum miðstöðum. Þá kemst ég að því að forsendur bara ekki að sömu. Það ekki farið í það að veita styrki einstaklingum sem dæmi að þá til dæmis í austur farið í það að vera með að greiða fyrir verkefni sem veitt frítt. Þannig að við viljum svolítið leiðrétta það, gott að fá þessar tölur upp á þetta að gera. En þetta bara svona til gamans gert að sýna þetta. Fjöldatölunar þessar. Á tilraunatímanum og þá vorum við að styrkja 46 börn í þessi 3 ár. Þið sjáu það núna bara síðan á rúma ári erum að styrkja 37 sem þýðir það með auknu samtali við erum búin að gjörbreyta því hvernig frístundatengill vinnur. Hann búin að vera miklu meira út í samfélaginu til staðar sem gerir það verkum að það aukning á þessu. Það skýring á því að vestur með 41 sem það styrkt og það líka þetta sem ég talaði að þar verið að nálgast þetta með þeim hætti að fyrir að tala við íþróttafélögin það að fá afslátt í staðins að styrkja til fulls, þannig að þau hafa í rauninni aukið á fjölda með því og ég kalla eftir frekari upplýsingum það. Það ekki í rauninni í anda þessum að þetta var sett af stað með, en enga síður getur það verið ágætis viðbót við þessu umræðu, að íþróttafélögin séu tilbúin í það, en það kemur mér reyndar mjög óvart. Bara til gamans líka vildi ég sýna ykkur bara það sem að umfangið á einu ári, síðasta ár, hvað tengillinn að fara í mörg viðtöl eins og hjá okkur hérna. Þetta eru vel rúmlega 200 viðtöl þar sem verið að aðstoða og 45 í norður, 121 í vestur og 31 í austur. Það kannski ólíka forsendur á bakvið það, en
það sem við erum búin að þróa miklu meiri viðvera. Við erum, þegar að börnin eru að fara í viðtöl í skólanum, þá erum við til staðar. Við erum með fasta viðveru einu sinni í mánuði eða oftar í ákveðnum skólum, sem Fellaskóla og Hólbjörgsskóla. Þannig að þetta er alltaf hjálpa til við nálgun við þá sem þurfa á því að halda. Og líka bara til að sjá það að af þessum 235 viðtölum eru 60 sem þurfa endurkomu. Sum þeirra, eins og við segjum 14% eru að hitta okkur oftar en 3. Sum eru að hitta okkur kannski 7-8 sinnum. Og að gefnu tilefni þarf að auka á þetta samtal til þess að hjálpa. Þetta ekki auðvelt í mörgum tilefni. Svo eru aðrir sem eru bara sjálfbærir þetta, fá bara útskýringar á hvað er að gera. Og sem dæmi það sem við gerðum núna, við erum að mikið að búa til vídeo, svona sjálfshjálparvídeó, ég get sagt sem svo. Ablerinn er til dæmis komið með animation-vídeó, þar sem að fólk getur bara, já ok, ég geta svona, þú getur að bakka og skoða það aftur. Þannig að við séum ekki standið við fólki sem lærir á Ablerinn. Það er lykilatriði til þess að komast inn í starf íþróttafélaga. Að það er eitt. Hérna er annað sem að ég tel að við þurfum líka að því að mér finnst áhugavert að heyra Jóhanna og þau hafi ákveðnum hugmyndir hvað það að gera. Það sem við höfum verið að gera, ég talaði að þetta eru svona milli 40 og 50 mismunandi verkefni sem fara af stað síðan 2020. Við sjáum að þetta eru tæplega 200 börn sem fara þarna í gegn. Mengið sem eru óvirk börn rétt rúmlega 500, svona 520 börn. Þannig að við erum að ná ansi mörgum þarna. Þetta ekki skráðið fyrsta kortið. Það sem þarf til, þess að það gerist, það er það að sem dæmi, við vorum með badmintoninni hjá Leikni. Leikni þarf að taka betur utan það verkefni og gera það sjálfbært. Við getum ekki gert það, skiljiði mig. Rúlaði fyrir það. Við erum með bandi og við förum af stað. Við náum 25-30 börnum í bandi. Það þarf foreldrastarf og við erum að gera okkur grein fyrir því. Ég til dæmis sagði á því að vera með borðtennis sem var sett upp í Evrópubrauðasti. Þeir voru strax tilbúinir að setja bara að búa til stjórn. Það er það sem það að gera, skiljiði mig. Og með því að gera verkefni sjálfbær held ég að við höldum þessum einstaklingum inni í þessari tölfræði sem við tölum í frístöðarkortinu. Og þetta er ekki minna mikilvægt. Við erum að setja stað núna sem dæmi 2 verkefni þar sem við erum að taka, það eru opnur í 111 fyrir 16 ára eldri. 16-18 ára einstaklingar sem eru að koma í það úrræði. Þetta eru einstaklingar sem eru í mjög viðkvæmri stöðu. Þeir eru óska eftir að fá aðstöðu fyrir 2 verkefni og við erum að veita þetta. 30 strákar á arabískum uppruna sem vilja fara í æfingar, ákveðnar æfingar, sem við hjálpum bara til, og stelpur í viðkvæmri stöðu sem eru 19-20 stelpur sem óskuðu eftir því sjálfa, sem er frábært. Og þetta er að fara af stað núna á næstu dögum, þar sem við bara fáum inn í íþróttahús. Þetta er líka leið sem við teljum að skipti rosalega máli. Þetta fáum við í gegnum frístöðtenginu. Og ég spyrja, Þetta er bara síðasta glæran og ég vildi bara segja að sko, við erum svo samfærið að þessi leið að vera með tengil úti það sem skiptir miklu máli og þetta þarf að targetera á þeim stöðum annars staðar í borginni, þessi tölvur á því og þetta sé praktísera. Það sé til dæmis, við erum með styrktasjóð, það sé praktísera rétt á hinustofum. Það sé lykilatriði. Og ekki bara í Evrópubrauðasti, ég setja þarna vegna þess að það er áhersluatriði. Það þarf að auka á framboði. Börnin vilja meira. Þau vilja fimleikana. Þau vilja dans. Þau vilja listir. Þau vilja líka aukna hreyfingu. Þau vilja fara í völdklass, eins og setja bara náðan. Alltaf fleiri og fleiri komið svo ósk. Þau vilja fara inn í lokaða hópa og fara í eitthvað. Eins og völdklass eða inn í og vera þar að bara í gíminu. Það skilji. Takk fyrir. Já. Takk þér. Valdi? Já, maður verður að spyrja, takk fyrir. Þetta er áhugavert. Hvaða hús á þau að fara inn í með svona nýverkefni? Hvar eru tímar?
Breiðholtsskóli hefur verið laus og það er á vegum mér og svo vorum við með hakað inn í töflu fyrir hlustum á hverfið í Fellaskóla og það var út af því að Babyloni losnaði þá var henni svissuðu þar inn. Þetta gerum við bara til skamstíma og reynum þá að rótira ef að þörfum á því. Og svo kannski ekki endilega að Breiðholtsskóli hendi þessu strákahóp, þá reynum við bara að finna eitthvað annað. Það hefði verið rosalega gott að geta notað undirheimana niður í Breiðholtsleiðinni. Það geggju aðstæður fyrir ýmislegt svona. Það er ekki hægt. Má ég spyrja hvað þeir að æfa, eitthvað langar að æfa? Box. Já, og það var svona, þú veist, Karen sem er í flotanum, hún spottaði þetta, þeir strákarnir koma til hennar og vilja það. Hún var svolítið, svona fannst að vera svona á gráu svæði, en við erum bara með hæfanþjálfara og þeir eru tilbúin að fara eftir þessu reglum, þannig að bara Ef viðeigandi þjálfun er í boði, er það ekki bara frábært? Það er líka bara svo mikilvægt að með þessu bardaíþróttir, það er svo mikilvægt að þeir vita þá af því og fá fræðslu um það að þeir eru að beita þessu utan hringsins, utan æfingarsvæðisins, það er ekki bara að mæta. Þannig að þetta er alveg mál, þetta er gríðarleg forvörn í þessu. Láta að berja eitthvað annan, ef það er að berja aðra. Já, ég held að sé gríðarleg tækifæri í því að við séum að veita þjónustu innan svona svæði þar sem við fáum þar sem við erum í 111 og við erum að skapa svoleiðis vettvang þar sem fólk kemur og við grípum það í eitthvað afmarkað. Þetta hefur bjargað mörgum drengnum að fara í eins og MMA og svona, það sem þeir fá útrás fyrir aggressjónuna en þurfa að vera undir þessar reglur settir. Gerir þetta ekki alveg stað í Fellaskóla, bara aukinn. Já, frábært. Líka bara að þau tilheyri skipulögðu. Starfi. Já. Vera að hluta einhver einingu. Já, þetta er umgjörðin, hún er örugg. Þessi strákar geta alveg fengið athygli út af það að þeir eru að gera eitthvað misjafnt og tilheyra þannig. Þannig er þetta tilheyra í einhverju sem við viðurkenndum. Hvernig var staðan með borðtennissi? Var það í gangi ennþá eða? Borðtennissi er ennþá í gangi upp í Fellaskóla. Ég hef verið að hvetja íringar til að taka það líka, þess að það er alveg þörf á því. Ég veit. Því hverju líka. En það er mikill, þú veist, það er fullt af, þú veist, bara húsnæðiskostur og annað, þetta er flókið skipulag, hvar á að velja á hafna. Þannig að ég bara skilu verið 100%. Það var líka blakið. Það var svolítið þrýstingur á tíma að fá inn blak, það var gert í samstarfi með Leikni og pólsku félagi. Er það starfandi í dag? Já. Það eru nokkri mismunandi hópar í tengslum við hann Ratek. Já, og það er ykkur virkni. Hvar er það í Fjörstabæði þá? Fellaskóla. En þú veist líka eins og komst inn að það byrja með ný verkefni og það vantar umgjörð og eitthvað svona. Þú veist, er samstarf við eins og með borðtennisir, er eitthvað samstarf bara eins og við TBR og blakið tilheyrir það Blaksamband Íslands og þessi þættir? Nei, ekki, þú veist, þarna er ég að tala um það, þessi tekið þá utan það. Leiknir hefur vissulega tekið af utanum þessi verkefni. Babyloni, hún er reyndar að þjálfa ennlendis, þannig að þá liggur það niðri. Það er að grípa þetta og það þarf að gera nákvæmlega þessar hluti sem þú tala um. Það þarf að halda utanum þetta hjá íþróttafélagi. Ef það er ekki íþróttafélag, það sé þá einhver foreldrahópur eitthvað slíkt sem gerir þetta. Það á ekki að vera okkar. Við sköpum tækifærin, við sköpum það sé hægt að gera þetta. Við getum ekki farið í foreldrahlutverki þarna og búið þessa umgjörð til. Það eru foreldrarnir eða íþróttafélagið sem gerir það. Þetta er náttúrulega stórt foreldravandamál í dag. Bara að virkja foreldra í svona félagsstörf og annað. Það er bara, það hefur bara aldrei verið meira átak. Ég var að velta fyrir mér með nákvæmlega tölur. Er þetta skoðanakönnun eða hvað þegar að vera að fá afstöðu barnanna hvað þau vilja sé í boði? Það er bara meginlegt bara í samtölum og við skráum það niður og þú veist það er ítrekkaðir hlutir þess að við erum með World Class. Við hefum tölur upp á margir sem vilja fá borðtennis. Það er þessi hlutir, þannig að það er bara skráð í samtölum. En var ekki réttmunið með að áallega að þessi 500, nei hvað það var? 550. Liða við bara þetta mengi sem við erum að tala í þessum tölum,
með fjöldan sem í Breiðholti, þá erum við að tala svona 520 börn sem eru óvirk. Sem óvirk, já. Þá ég veltið fyrir mér, hvernig hægt að ná til þeirra? Já, það í gegnum þetta í þessu samstöðum, í það að skapa vettvang. Þau þá í þessu mengi sem hafa verið spurði í þessum viðtölum eða? Já. Ég bara mætti og vandinn við erum með þetta verkefni sem að kallast menningarsendiherrar, þar sem við höfum nákvæmlega kanala til þess að upplýsa inn í þessi samfélög sem að arabískumælandi, spænskumælandi eða hvað það Við höfum tækifæri til að koma upplýsingu þar. Það í rauninni það að við þurfum að upplýsa meira. En það sem mesti árangur sem við höfum verið að ná í rauninni gegnum fyrsta tengilið. Þessi mannlega snyrting. Þessi samskipti, bara beinu samskipti við fjölskyldu. Kennari kemur með barnið og foreldrið af foreldra viðtali og ræði við fyrsta tengilið. Það mesti árangur. Og útskýra út af hvað þetta system okkar gengur. Það gert á kerfisbundið Við erum að gera það. Það þessi frísta tengil sem vinnur það. Það verkefnið þar. Við erum búin að vera að því núna síðan 2020. Sem þetta verkefnið gengur út á. Við erum að auka á fletina út í hverfinu til þess að frísta tengilin náu til það. Já, en þannig að þessi 500 börn sem óvirk eða hvað svo. Þá kannski búið að tala við hvern einasta aðstæðan? Við erum náttúrulega hverfi líka sem að við getum ekki sagt að þessu sömu 500 börn voru hérna 2019. Ég held sem mesta hreyfing í einu hverfi það í Breiðholti. Fólk staldrar styst við í Breiðholti við að vennukverfi í Reykjavík. Þannig að maður alltaf að tróða marfa, skilur við. Það stanslaus vinna. Það koma þá kannski ný og önnur og það þetta að vera að upplýsa, ná í þau, gera svo vel hérna aðgangurinn að eða Leikni. Það aðal vinna. Já, og bara áframhaldandi. Þetta bara svona, það bara að þróa náttúrulega nýjar aðferðir líka, og það bara nota eins marga leiðir miðla sem hægt ég held að sé ekki bara þetta eina, en þó það sé sterkasta leiðin að vera með tengilinn úti í hverfinu, þá þurfum við samt að vera líka með kynningarmyndir, við þurfum að gera ýmislegt, vera með stóra dag, næsta haust verður risastór dagur þetta í Breiðholti fyrir að það Reykjavík kynningar á íþróttum í samstarfi við IBR og ISÍ sem að IBR tekur frumkvæðið að til þess að tengjast okkur þar sem við verðum að tala að þetta svæði eitthvað mest að því halda. Það verður þvílíkháttið. Það er gaman að koma því að við erum oft kannski að ræða fólk frá ólíkum menningarheimum og útskýra fyrir þau kerfin okkar svona, en ég lenti alveg í svona töluverðum áskorunum þegar ég var að hjálpa fjölskyldu sem nýflott og fjarlæga menningarheimur sem heitir Grindavík yfir í Reykjavík og útskýra fyrir þau kerfið. Þetta bara, okkur finnst þetta svo auðvelt og við erum svo ótrúlega vönir þessu, en þetta ekkert endilega sem liggur í augum uppi og þó þú hafi nýtt frístundastyrk í öðru sveitarfélagi og annað, það bara reglurnar ekkert eins og þetta bara. Ég held að, ég svona líka velti fyrir mér, ég held að það rosa mikilvægt að einhvern veginn, hvernig sem að fara að því að ná að festa þessar rætur með þessi nýju verkefni sem við erum að taka til þess að því að börn þurfa áskorun og þau þurfa markmið og með því að mynda einhverja þessar rætur og þá held ég að við náum að byggja upp betra starf. En hvernig við getum farið að því, hvernig við náum að virkja? Við þurfum að stabilisera fleiri úrræði í Evrópu. Það meiri framboð á íþróttum sem að börnin eru og sérstaklega stúlkur. Þátttaka stúlkna upp í 111 bara slakasta þátttaka í allri borginni. Því þær vilja ákveðna hlut sem ekki boðið upp frá. En tölurnar sem að voru, ég held að við bara verið á fyrstu annar glæð. Það var, ég man ekki hvernig hún
var sett upp, en ég túlkaði hana sem hlutfall þátttöku barna í félögum í Breiðholti. Er þetta hlutfall þátttöku barna sem búa í Breiðholti? Þetta meina þess að gefa með Já. Nýting frístundakortsins. Það er næstu. Þetta meina þessa? Nei. Jú, byrju, maður sem. Jóhanna var með... Notkun kortsins í félögum í Breiðholti. Er þetta notkun kortsins í íþróttafélögum í Breiðholti? Er þetta notkun korta hjá börnum í Breiðholti sem æfa mögulega í félögum utan Breiðholti? Þau börn sem eru, þetta er fjöldi barna sem er að fara í leikni, í ægi. Já. Þannig að það er greinileg fjölgun í íþróttafélögum í Breiðholti. Já, ég var bara að spá hvort við varum að horfa í... Það er ennþá hækkun 23 eins og Jóhanna sýndi á þann. Það er ekki bara milli þessara ára, þetta líka 23 er fjölgun sem sýnir það að börnin sem var meiri straumur út úr hverfinu, stelpur voru að fara út úr hverfinu. Það er þó allavega, við erum allavega að fjölga í hverfinu. Já, ég var bara að spá í... Þó að það sé ekki hækkun. Nei, ég var einmitt að spá hvort við erum að horfa inn í hverfið, hvort við erum að horfa í iðkun barna í Breiðholti, skilur hvað ég meina. En styrkurinn er greiddur inn í félagið. Þú nýtir styrkinn þegar þú með því að fara inn í ákveðið félag. Þess vegna veit Jóhanna í hvað ráðstöfun styrksins fer. Það er þannig að þetta er alltaf per barn, per styrkur inn í per íþróttafélag. Já. Það er þýðið. Já, ég var bara að velta fyrir mig hvort að tölurnar sem værum að horfa í væru innan íþróttafélagna innan hverfisins, eða hvort við værum að horfa á bara börnin í Breiðholti. Já, að þau séu kannski í Hafnarfirði ég sagði það væri þarna í Árbæ og það er í Kópavogi. Með lærri tölur eða barnið veri að nota korti í Hauka sem það var. Já, ég var bara að spáði túlkunni glæðina. Við erum bara að fjölga þeim sem fara ekki í félagum. En ég vil bara samt ítreka því að sagði á það að við erum að samsetningin í hverfinu er miklu erfiðari flóknari að vinna með þetta nú var 2019 og það er drastísk breyting. Það er eitthvað sem við þurfum að bregðast við, ekki bara með þessu. En svo ætla ég að segja líka með ægi, sko, tölunar hjá Jóhannu með ægi voru niður á við, sko, það voru 90-70, þannig að ægi er búin að vera í smá vandræðum. Já, það er reyndar ægi. Og þeir eru reyndar komin inn í ölduseli. Þeir eru búin að fá útlutaðan tíma í aldursinslag til að reyna að virkja krakka í sínu nærsamfélagi. Og fjölskyldur. Já, ég veit, já. Og það er eitt af það sem við hefum gert í bakgrunni borðinu svona þeirra. Við höfum verið með fjölskyldutíma til þess að fjölga og auka trausti til að börni koma. Þetta, við getum örgulega bara að tala þetta til fram á nótt, sko. Ég held að við getum það. Má ég koma eina spurningu? Já, komdu vala með. Er þetta rétt? Ég meina, er þetta 138 í leikni? Er þetta svona rosalega fáið? Já. Ég held að. Þetta er mennsi aukning, sko. Þetta er 10% aukning. Já, ég sé það, en ég meina að það er kannski hlutfallslega fleiri þarna að nýta ekki frístundastyrki eða hvað, en ég meina mennst þetta alveg svakalega látt tala. Já, bara... Ég held að leikni sé bara með 260-70 iðkendur. Í dag. Í dag. Þannig að þetta eru náttúrulega bara krakkar undir 18 ára. Þá erum við að tala líka þessar greinar sem hafa fengið skráningu eins og í Borgarnesi. Já. Það er komið allavega. Jep, en svo meðan að ég held að ég sé bara með 1500-1600 börn, sko. Líka eins og Helgi talaði að Aþena er skráð þar undir. Það er ég. Þess að það er bara 600 í fótbolta hjá ég. Það er fjölgað þar. Sem nýta frístundakortið. Fyrir utan þá sem eru 18 ára eldri. Þeir eru ekki inn í þessum tölum. En alltaf, við þurfum að halda áfram. Þetta er nefnilega rosalega langur fundur og við getum... Já, þannig að bara takk fyrir Jói hérna og bara ganga hér vel og... Já. Ég er mjög spennt fyrir að halda áfram svo með framtíðafylgninga. Ég bara... Við hvergi stoppar. Við bara förum með... Já.
Við fengum senda hérna umsagnarbeiðni varðandi tillögu að rammahlauta fyrstu hluta borgarlínu, Ártún Fossvogsbrú. Ég var búin að senda ykkur drög í tölvupósti. Þeir ekki vala, en ég veit ekki, ég vissi ekki fyrir seinni partinn í dag að þú værir að koma. Ég veit ekki hvort Frank senda það heimir. Þannig að alltaf. Ég var að senda þetta á núna fyrir tíminn. Já, ok. Ég vil líka vekja athygli að vera kynningafundir, væntanlega, ég held að það verið almenn kynningafundir opinn, svo líka sniðina íbúðaráðum vegna þessa máls væntanlega miðjan janúar. Þannig að ef við ekki þá bara leggja þetta fram og bíða svo bara með umsögnina þá til í janúar. Já. Þannig að leiða ykkur að horfa á kynninguna og svona. Já, það myndi náttúrulega harmonera ekkert sérstaklega við því fundi væntanlega í fyrirpart janúar. Já. Og fundurinn verður væntanlega miðjan janúar. Það er umsagnarfrestur á þessu 2015. Þannig að ég geti frestað þessu og lagt þetta aftur fram á næsta fundi eða... Já, mér finnst það bara betri bragð því ég tók ekki eftir því að það væri lok janúar. Það er bara frábært. Já, ok. Þannig að við bara þá leggjum þetta fram og frestum þessu og tökum þetta á næsta fundi. Þá erum við búin að fá kynninguna, þannig að það er ekki betra að gera það. Já, það harmonar ekki vel. Fundur verður væntanlega ekki búin það. Nei, kynningin er eftir næsta fund, sko. Já, við erum nefnilega breytt fundatíma, sko. Það er næsta dagskrárlið, þannig að við bara það er nefnilega kemur inn á svona snemma í janúar, af því við erum alltaf fyrsta miðvikudag í janúar og ég ætla ekki að draga heimi í jólafríinu sínu í vinnuna til að boða fundinn, þannig að það er svona kannski alltaf að fresta í þannig sem í janúar. Já, en það er svo sem ég redda því sem þarf að redda. Já. En ég ráði þessu. Já, það var svo að var ekki 8. fyrsti dagurinn, ég man ekki hvernig það var, það var 8. er sem sagt... Hefur hann hvað að gera á tónlista? 1. janúar er miðvikudagur. Nýjársdagur, við ætlum ekki að funda það. Ég ætla ekki að vera þá með fund. Þannig að það er svo spurningan að hafa hann 8. eða 13. var líka í boði, veit ég. Mánudag. Mánudagur 13. Sko, mánudagur 13. er erfiður. Það er það ekki, Er útilokað að hafa 15. Við getum örglanlega rætt að því, sko. Hvað er að því að hafa þetta miðvikudaginn 15? Að þið verða að hafa þetta miðvikudaginn? Ég er búið að halda að það sé minna í árekstrum aðra fundi. Ég var að ágjöra að það væri annar fundur sem að þýtt að vera. Við rættum bara aflýsingu í það, sko. Þú veist, við bara... Er venn fyrir þetta? Hvað er þú að gera 13. Helgi? Er þú á fundi sjálfur? Já, skólafrí þá. Það er bara svo langi fundir, bæði skólafrí og svo áttur og öppverð. Það er alltaf... En þá fer að boðan 1. janúar eða fyrir. Já, hann getur sett út fundabóðin með... En 22. janúar, er það voruð seint? En hvað með þetta var að 9. eða 10. janúar? Ef það er föstudagurinn 10. janúar, þá er það 3. janúar sem fundurinn er boðað. Hver er statusin hjá okkur þarna? Við bara klárum það sem þarf að klára. Við klárum það sem þarf að klára. Það er svo sem... Já, nei, ég nefn ekki að lækja þetta meira. Er fólk ásátt með 9. eða? Er ekki 10. 10. flóttur. Föstudaginn 10. Já. Af því að ef maður vil senda tillögu eitthvað, þá þarf að senda hana annan og svo er fundabóðið 3. Við erum ekki að funda föstudag. Er það ekki fundið föstudag? En ef maður vilja vera í hátíðinu? Það kannski er erfiðara. Já, en það er ekki bara stytting vinnuvíkunar í ráðsunu eftir hátíð á föstudag. Það er bara ekkert ráð í borgarkjörnu sem þetta sko... En það er náttúrulega aukafustur. En er borgarstjórn 3. Nei, ég er í desember, sorry.
Ég held að hún sé Nei, hún er 14. 7., 21. og 28. ef ég man rétt. Já, það er eitthvað. Hvað sé, 7. Já. 21 og 28. Já, þannig að það er ekki 14. Hvað er aukafundur það? Reykjavíkur aðall. Það er ungmennin. Já, Ungmennin. það er 28. En ég meina ef þá getum við þá verið 14. Hvað er 14. Ef Við þá erum í beinni útsendingu, já. 14. Þetta er skemmtilegt að horfa á. Ég geti líka bara meldt þetta og haft samband við sko. Eigum við ekki bara að leggja það í hendur formanns að boða nýjan fundartíma? Er ekki hægt að samþykkja það? Þriðjudaginn 14. Erum við ekki bara... Með tillögum að skoða þriðjudaginn 14. Já, þriðjudaginn 14. Ok, áfram gakk. Sorry. Vil ég vera þá? Þriðjudaginn 14. Það er lagt í hendur formanns að kanna. Já, við bara, já. Herðu, þá er lagt fram svar við fyrirspurn frá fulltrúa foreldrafélaga Krónbækur. Við fulltrúi foreldrafélagana lagði fram aðrar 2 fyrirspurnir í skóla og frístundar sem hefur ekki ennþá verið svarað og ég hef ekki fengið skýringar á okkur hvað er hafist. Ég er búin að ítreka það. Þannig að Heimir fór í það að ítreka það, þannig að þú kannski kemur þessi áleiðis til fólks. Já, svo er það ályktunartillaga frá... Ætlar ekki að lesa yfir þetta framboðs, öll aðra. Og ég lesti þið, þetta er bara... Eða bara loka niðurstöðuna. Loka niðurstöðan, sem að ég las þarna á milli lína, það er í rauninni bara að stefna hver skóla fyrir sig, hvernig reglurnar eru Krónbækurnar. Varandi tækifræði. Þannig að í rauninni Jón og Gunni geta bara gert sig hvort hlutin, þannig að einn skóli er með bækurnar heima og meðan annar er ekki og einn kemur með hleðslubanka hliðið tölvunar heima og hinn gerir það ekki, þannig að þetta er náttúrulega mjög áhugavert að láta skólastjórana bara í sjálfsagt hvernig þið stýrir þessu og þannig að mér finnst þetta bara mjög góð fyrirspurn og gott svar mál til skoðunar og þetta er eitthvað sem við getum bara skoða. Það er bara þannig. Þannig að það er engin miðstýring á þessu. En við viljum ræða eitthvað meira eða? Fullar og miðstýring. Fullar og miðstýring þannig? Já, það er margar spurningar. Já, ég meina þú veist, eitt barni fer bara heim og getur bara farið og vafrað á tölvunni í sínu eigin tölvu á netinu hans að foreldrarnir viti neitt það og svo er annað barni í næsta skóla við hliðin sem að það er ekki tölvunum að senda. Hefur jafnvel ekki aðgang að tölvu minnstæðar til þess að geta lært eða? Jú, Krónbækurnar, já, en þetta er eitthvað sem maður þarf að taka áfram og velta upp. Bara hvað reglur eru utan hand og bara hvað er planið og pælingin hér? Þannig að þetta var vel gert. Það var svolítið síðan á þetta. Herðu, allavega, þá vindi okkur í næsta. Það er ályktunartillaga frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins stuðning vegna starfs íþróttafulltrúa Leiknis ásamt umsögn frá menninga- og íþróttasviði. Og Kjartan lagði til þess að brífa þess Helgi, ég veit ekki hvort að Kjartan hafi gert það. Þekkir til málsins? Já, ég þekkir til málsins. Við skulum bara reyna að flýta fundinum. En í umsögn frá sviðinu kemur fram að þessi tillaga var lögð fram í júní frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn á fundinn og þar fylgdi minnisblað líka. Þar var tillögunni vísað frá með vísan í það að félagið uppfyllt ekki skyldur umgjörð Íþróttabandalags Reykjavíkur sem hvað skilgreint hverfisfélag er. Það eru svona nokkur punktar sem eru reifaðir í þessu skjali eins og til dæmis að það sé boðið upp á æfingar í öllum íþróttagreinum fyrir öll kyn. Lágmarki 6 mánuði samfleytt. Það er líka lágmarksfjöldi iðkenda sem þarf að vera í félaginu til þess að uppfylla skilyrði þess að fá fullt stöðugildi íþróttafulltrúa greiddan. Þannig og svo við erum búin að reifa hér á 2 kynningum þá er mikið búið að gera í hverfinu til þess að stuðla að aukinni þátttöku barna, sérstaklega þarna upp frá. En vissulega er bara
þetta er viðvarandi verkefni, en á meðan að staðan svona, þá einhvern veginn pínu skrítið að við séum að samþykkja þessa tillögu þegar að félagið uppfyllir ekki skilyrði Íþróttabandsins Reykjavíkur. Við getum ekki breytt því. Nei, þannig að ég ætla að leggja til að þessari tillögu verði vísað frá. Já, ég er bara með bókun og bara afgreiða málið, við þurfum ekki að ræða þetta neitt, sérstaklega frekar. Nei. En ég sendi hérna bókunum til þetta dagskrárlið. Einmitt. Þegar við kannski bara erum með bókun líka. Ekki það, slíkt til sama. Já. Ok, en ég gerir ráð fyrir að þú sittir þá hjá, Helgi. Nei, ég greiði atkvæði gegn. Þú greiðir atkvæði gegn, en það vantar... Valdi, það við erum í atkvæðagreiðslu, sko. En hvað segir þú, Vala? Ég er nú ekki bara nógu vel inn í þessu. Nei, þá getur þið bara að setja hjá. Þú getur setja hjá. Já. Þetta snýst í raun og veru það að óskar eftir að fá auknar greiðslur til Leiknis fyrir starfsmann sem greiddur. Að fullu en ekki til háls, eins og núna. En eins og það, með notkunar tölunar áðan þá ekki nógu margir iðkendur. Já, ég skil. En við getum vel ekki þannig, það ekki hægt að, þetta uppfyllir ekki kröfur. Hann uppfyllir bara ekki kröfur. Nei. Heilan greiddan starfsmann. Já. Þannig að ég legg þetta atkvæðagreiðslu, ég samþykki frá þessu. Já, ég ætla að lýsa því yfir. Ég hef rosalega mikla samúð með Leikni. Ég geri það. Vegna þess að þetta verið að markaðsvæða en allt í borginni, held ég, og trúi. En mér finnst vanta svolítið upp á frá Leikni til þess að svona hjálpa okkur til við ákvarðanatökum. Þannig að ég held að við þurfum að skoða málið miklu betur. Við munum að sjálfsögðu njóta stuðnings áfram og þurfum að þess að svona hjálpast að við að gera þetta félagi fólk. Ég held að allir vilja gera allt það vilja allir gera allt fyrir Leikni. Þetta bara ekki hægt svona, því miður. Það kannski ekki rétt að forsendu, sko. Nei. En það verið að vinna í því að virkja, auka þátttökuna eins og við erum búin að reifa hér, sko. Þannig að ég styð frá þessu til. Ég styð það líka. Þessa samúð sem ég hef með þeim. Já, þetta bara erfitt. Við viljum öll félaginu vel, sko, þannig að... Og mér langar við nefna það því að nú eru nýjastana kosningar og við löpum væntanlega þú og við umhverfið. Og það svo rosalega áberandi þegar við lappar upp á hverju hundi fyrir sig. Hversu óbúslega mörg erlend nafnur öllum póstkössum. Þið segir okkur það að all markas- og íþróttafélagana svo snú. Og þetta hvergi annars staðar í borginni. Við borum borgina í þessu núna. Og þetta hvergi svona hrópandi, sko. Þannig að við erum alveg í sér stöðu. Já, þetta bara viðvarandi viðfangsefni, þannig að við boðum bókun líka. En bara eitt svona kannski grundvallaratriði, og það eitt sko að ákvæða eitthvað efnislega, sko. Eða hvort að vegna þess að samkvæmt efni tillöguna þá verið að beina þessu til borgarráðs og að taka þetta á það pólitíska level, þannig að reglum sé að nika til í þágu Leiknis. Við höfum ekki ákvörðun á það hér. Þetta bara fyrst og fremst svona að beina því til viðkomandi ráðs, alveg eins og við vorum að ræða hérna fyrir í dag á fundunum út af lýsingu, sko, við svæðið. Og það hefur ekki kannski verið mikið gert síðan þá, en við vorum að samþykkja einhverja svoleiðis ályktun eða beina áskorun. Þetta alveg eins. Og ég persónulega hef verið lengi þegar skoðunar að það þurfum að gera meira fyrir Leikni í því skyni að styrkja umgjörðina þar og fá fleiri iðkendur. Það mín skoðun. Og þessi tillaga liður í því. En ég meina umsagnirnar liggja fyrir og ég hef ekkert í sjálfsög meira það vegna þess að annars væri við bara að eyða tíma í eitthvað pólitísku kappi sem það ekki tilgangur. Við vitum hver afstaða allra og hver afstaða kerfisins Þessi tillaga gengur út á það að nika reglum til svo að
æðsta eða mjög hátt sett apparat í borgarkerfinu taki bara þá ákvörðun að breyta viðmiðunum í þágu félagsins í 111. Ég kannski breyti hérna á orðalaginu til samræmis, ég var búinn að var ekki búinn að senda það bókun. Aðeins að breyta orðalaginu bara smá fínu svona. Skáldlegt leið. Það ekki bara góð, halda Já, það næsti áleitinu tillaga frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um lagningu gervigras á knattspyrnuvelli ÍR ásamt umsögn frá menningu íþróttasviði. Það kom nú fram hérna áðan hjá henni Helgu að í fjárhagsáætlun er að finna bara vilyrði fyrir því að ÍR fái skipt út gervigrasinu ásamt 2 öðrum íþróttafélögum í borginni. Þannig að sú fjárhagsáætlun var samþykkt í gær í borgarstjórn eða í gærkvöldi. Ég hef líka fengið upplýsingar um það að grasvöllurinn í ÍR, hann uppfyllir skilyrði lengjudeildarinnar því að liðið spilaði á honum síðasta sumar og er að fara að spila aftur á honum næsta sumar. Og ef völlurinn er ekki í standi þá er hann fær hann undanþágu, er svokallaður undanþágu völlur eins og snemma vori. Þannig að eins og við komum inn á það, þá er þetta bara mikilvægt að ÍR, ef það sé tekið samtalið við ÍR hvenær völlurinn gervigrasinu verður skipt út, því það skiptir máli því þeir hafa ekki mikið æfingasvæði. Mögulega þarf að semja við lækni, þannig að það er ekki hægt að fara í leiknisvöllin á sama tíma, af því að þá verður bara vandræðalaus 800 börn einhvers staðar hverfið í leit að spila fótbolta. Þannig að það þarf einhvern veginn að passa það að þetta samtali eigi sér stað. En á forsendu þess að það er verið að vinna í þessu og þetta er búið að samþykkja í fjárhagsáætlun, þá legg ég til að þessu verið vísað frá. Já, það er ekki ástæða til þess að vera að skoða frekar að það er auðvitað. Fyrir utan að það náttúrulega, já. Þannig að ég legg, þannig að það er atkvæðagreiðsla. Valdi, ætlar að vera með það? Hvað segir þú, Vala? Þú situr Já, sammála. Já, ég greiði atkvæði gegn. Já. Erum við kannski búin bókun til að útskýra afstöður ársins? Þá vindum við okkur í næsta dagskrárlið. Hvað er klukkan á henni? Já, ég með leyfi fundarins þá ætla ég að fresta 9 og 10 og taka málefni hverfisins til umræðu og ég hafi líka tíma fyrir greinargerðina. Þannig ég ætla að fresta lið 9 og 10 og taka málefni hverfisins. Ef það ég hef kallað eftir upplýsingum og varandi Seljaskóla og ég fekk ekki svör bárust ekki. Ég hef ekki búin að fá svör, þannig að ég hef ekki heldur forsendur til að meita það, þannig að þá... En þetta var lagt fram fyrir mánuði, var það ekki? Jú, og það var óskað eftir gögnum af því að við vissum ekki okkur þetta óeðlilegt að ályktum eitthvað sem eða skrifum eitthvað sem við höfum ekki neinar upplýsingar nema tilfinningar kjartans og það sé alltaf góður að geta. En þá er bara málefni hverfisins. Já, ég náttúrulega mótmæli því að þessu sé frestað, en allt í lagi. Ég veit að ég er í minnihluta í því mikilvæga málefni. Já, en En þú skilur samt að ég kallaði eftir, Höldum áfram. Eru þið með eitthvað málefni sem að, það er náttúrulega bara klassískt sem kemur að núna, það er söldun og söndun og það er strax byrjað að koma töluvert bara eins og í kringum skólana, forgangsáætlunin, hvernig stendur hún? Ertu að tala um þrifin þá? Já, hreinsun og söldun og þú veist skóla, ábyrgð skólastjórnandi og húsvörð, þetta er bara, ég er ekkert að grínast með það byrja bara leið og það kemur hálka, þá byrja maður að fá bara skilaboð frá öllum og ömmum þeirra. En það er líka bara ástandið á götum og gangstígum og hjólastígum bara óvinnandi. Já. Og það er ekki bara í Reykjavík, ég var í Kópavogi, ég hef búin að vera í Hafnarfirði og það eru allir bara eins og belja á svelli, sko. Já.
Þannig að þetta þetta bara ekki... Hvenær ekki búið, hálkan búin að vera að segja hvað í fyrradag eða eitthvað? Það var aðalega bara... Þetta kom á mánudaginn, ekki? Já. Það var í fyrradag. Já, ég bara... Ok, sorry. Nei, var þetta ekki, hvenær kom fyrsti snjór? Var það ekki á sunnudag? Nei, þetta var bara mánudaginn sem ég byrjaði að fá þegar Já, það var eftir hádegi á mánudaginn, já. Svo náttúrulega kom þíða og svo fristi aftur. Það var bara til ísing og hún bara ennþá. Þannig að, já. Ég var allavega mann sem tók byltu á hjólinu. Nice. Já, bara heppinu brotningi, sko. Þannig að, já, valdi ekki svo vel. Já, það var ekkert annað en bara letið mér og ekki búin að skrifa. Ég langar að koma með einhverjum svona ályktunartillögu, sko, vegna þess að umferðin við Flúðaseli orðin í besta falli stórhættuleg. Það voru teknar hraðaendarinnar, þetta var rétt orðið svona spínur bögn og svolítið gaman með sem var að þreifja þetta hratt, sko. Þannig að menn að keppast að keyra af Seljabrautinu inn Flúðaseli, flúanabögnum alla daga, labbandi þess og pluss. Og það eru þarna gaurar sem bara negla hann inn. Það er líka stórbílar og allt þetta. Og við verðum að fá einhvers konar þrengingar bara fremst í götunni og innar og helst bara svona borgarkerið eitthvað svona sitt og hvað. Þess að gera þetta svolítið eins og sikksakk eitthvað. Hvernig var sér það einhvern? Það eru teknað þegar þetta var malbygga fyrir sennilega 2 árum. Já, ekki var yfir sumarið 22. Og þá var það fræst niður. Og þetta er annað, og svo hitt að ég ætla líka að gera það til löguminni, sko, vegna þess að það er fótboltavöllur mútið Grónunni sem er gersamlega ónotaður vegna þess að við erum með bara risastór mörk, bara keppnismörk fyrir meistaraflokk. En krakkarnir sem að væri að nota þetta væri að nota ekki mestarlagi þessi 7. flokksum, sko. Þannig að það að skipta át mörkum myndir, sko, gjörbreyta notagildi svæðisins. Núna er þetta bara göngustígur fyrir það sem er að koma heim úr Grónunum. Það er eini tilgangur og það er standað með marka eins og illa gerir hluti. Ertu með þetta að skrifa niður? Nei, ég boða það á næsta fundi. Þetta er bara því að ég... Það er bara að gefa okkur heads up. Ég er að gefa okkur heads up, bara, en endilega ef þið ferð Seljagarðið, kíkið inn í Flúðasel. Þið sjáum bara, þetta er bara beinleið, úrlega spennandi og það eru gaurar að þrykkja hann inn og ég hef ekki séð stelpur, ég fylgist með hver að gera það, sko. Það eru gaurar að þrykkja hann alveg yngötuna og tilbaka, það finnst þetta rosalega gaman. En alveg sem Kjartan hérna á það vantar kannski þá eitthvað svona sönnunargögn, sko, sem að... Ég var alveg að fengja símtöl líka. Ég mun bara vera úti bara með vídeóvélina, síman á lofti. Þú var náttúrulega fyrst og fremst að kalla bara til lögreglu og láta tilkynna gáleysislegan aftur. Ég er búinn að tala um lögregluna að það eitthvað, sko. Þeir hafa verið að fylgjast með, þeir vita þessu, sko. Ég heit á Kjartan 2 íbúa þannig í götunni. Sem myndist á það? Sem myndist á það, já. Og bara tölum, ofta þau eru fullorðin hjón, ofta börnulegin í skóla á morgnana og annað, að þetta ástandana væri orðið mjög hættulegt. Já. Og svo ætlum ég líka að boða það, sameinuð stjórn það að banna, nú er einhver nágrannar minn komið með svona blikkandi seríur í alla glugga hjá sér. Og með það sko fyrir utan myrkvunargardina sem hann sér þetta ekki inn í stofu hjá sér. Nei, þetta ekki. En ég er með þetta hérna fyrir að hóna sjónvarpið. Það er bara greinsmætturinn. Kortir í flók. Og ég ætla að segja ykkur bara til gamans út af svona að það var kona sem sett hérna á íbúðasíðunum til henni í fyrra og var brjálið við því það var klift á seríu hjá henni á fyrsta hæð. Já. Það var einhver unglingur sem svaraði bara strax. Það var blikkandi drasl. Það má eitthvað. Og það var ekki rætt meira, það kom ekkert komment, það er ykkur unglingur með eitthvað, það var bara allir saman. Það var einhver bara með eitthvað svona, þið vitið, það var eitthvað svona, sem bara gera alla að gera eitthvað. Það var bara... Ég var til í að setja stíðurna með þetta svæði þarna út af fótboltavelli. Þannig að ég setja niður þarna 2-3 litla velli í staði. Þeir eru allir notaði. En það er alveg vonast eins og tölum og það er að setja til dæmis að ramp. Eins og sumir hafa verið að það væri gott að gera. Það er eiginlega vonlustir, þetta er svo nálægt hús. Ég hugsa það. En af hverju hefur þetta breyst eitthvað núna? Bara því hvað hraðindur það voru teknar? Já, það er bara það. Hraðin er alveg svakalega. Og þetta, ég er búinn að tala um einhvern fulltrúa á Öskirðu. Við þetta á Öskirðu. Og það var sagt bara, já það er hérna smá hækkun. Svo ég bara, ég leitaði, það er bara svona, það er svona ekkert.
það var að hjóla, þá myndi það fá svo pínu kittl í maður og alla. Það kom rosalega hrætt á hjólunum. En þetta kemur ekkert óvart með saltið og hérna, því að það er bara Nei, bara strax, af því að það er svo rosalega hátt, það byrjaði bara strax hérna og tengiliður hérna frá Áskóum sem hann miklar á ekki og eitthvað. En vill ekki bara hérna... Ég ætla að skrifa hvernig þetta var að byrjast að fund, sko. Já, gerðu. Herði, þetta eitthvað meira? Nei. Er það bara greinagerð jólafundur sem að komin og tekið hérna fundin, hérna, leggjum það fóranlega fram á Breiðholtsskóla í fyrra. Já, við verðum því ekki upp. Nei, einmitt. Já, opinn. Já, við erum alltaf búin að taka fundin og stóð bara fundagerð. En við verpum henni upp á síðasta fundi. Af því við komum í þælupóst. Það var eftir við lokum fundi. Nei. Ekki á minni vegna. Ekki með hennar útsetningir í gang. Ok. Heyrðu, Ekkert slæmt gerist að þinni vegna. Nei. Heyrðu, þá var það fundagerðin. Ef við að þá bara slítum við sambandið og verfum hérna greinagerðinu. Þakkum fjölda áhorfenda fyrir stuðning í gegnum þennan Já, þetta var bara... Kollegi ykkar, það var allavega hana. Já, það var stjórn